Heil og sæl öllsömul og takk fyrir að koma og hlusta á streymið okkar í dag. Við erum tvær hér sem kynnum þetta erindi. Ég heiti Eyrún María Rúnarsdóttir og með mér er Anda og Tran. Við kynnum lítil brot úr doktorsverkefnum okkar beggja. Og þetta er blönduð aðferð, það er að segja, mín rannsókn var unnin með eigindlegri rannsóknaraðferð og rannsóknin hennar Anda á var unnin með eigindlegri aðferð. Og erindi nefnum við, ég á ekki enn Íslendinga að vinum, reynsla ungmenna af erlendum uppruna af vinatengslum. Og þess má geta að doktorsrannsóknar okkar voru styrktar af Rannsóknarsjóði Háskóla Íslands. Og þá ætlar Anda á að segja ykkur eitthvað fræðilegan bakgrunn, er það ekki? Já, þá fræðilegu rammi okkar rannsóknar byggja á gagnrýnum fjölmenningafræðum sem leggja á áherslu á réttindi minnihlutahópa og gagnrýna sín á samfélag og skólakerfi og það líka vinnir úr mismunum og staðalímyndir sem eru til staðar í samfélagum. En það er ekki bara viðurkenna það. Það líka að vera gagnrýnin á raunveruleika og taka virkan þátt í umbreyta öllum birtingarmyndum, fordóma og mismunana. Engum í menntastofnunum. Og það má bæta við þetta að rannsóknir hafa sýnt það að tengsl á milli fólks af ólíkum uppruna, til dæmis vinatengsl eða náin tengsl, að þau eru gagnlegt tæki til þess að auka samkennd og vinna gegn fordómum. Og rannsóknir hafa líka sagt okkur það hérna á Íslandi, það er nú kannski ekki margar á kannski akkurat þessum þætti innflytjendamála, en við vitum þó nokkra þætti. Við vitum það til dæmis að unga fólki okkar á erlendum uppruna, þau upplifa frekar stríðni, þau eru útilokuð og lenda jafnvel frekar einelti. Miðað við ungmennum í íslenskan uppruna, þeim þykir oft erfitt að eignast vini og þau finnst þau ekki hafa kannski nægilega góðan stuðning af bekkjarfélögum. Já, þetta er sérstaklega íslenska vini. Og sérstaklega finnst erfitt að eignast íslenska vini, nákvæmlega, eins og við kannski komum betur að. Já, akkurat. En þá ætlar Anda á að segja okkur hver markmiðin okkar eru hérna í dag. Já. Það rannsóknar okkar með tvö markmið. Eitt að gefa innsýn í lagslægt tengsl ungfólks af erlendu uppruna í íslenskum skólum. Annað markmið okkar að skoða bæði almennminnstu vináttu og draga fram reynslu og upplifun ungmenna af þeim tengslum. Og þá það næst aðferðin. Já, akkurat. Mín rannsókn var megindlega eins og áður sagði og ég ætla líka að taka það kannski skýrt fram sem við sögðum ekki áðan að við erum með ólíka aldurshópa. Þannig að hópurinn minn eru unglingar á unglingastiginu 14 til 16 ára á meðan að ungmenni hjá Anda eru eldri. En ég fór sérst í 9 grunnskóla á vormisseri 2018 og þar var lagður fyrir spurningalisti nafnlaus og þetta þáttakan 806 unglingar og þið sjáu hvernig skiptist eftir kynjum og aldri. Og áður en við fórum í gagnagreininguna að þá var skipt í þrennt eftir uppruna, þar að segja þegar báðir foreldrar voru fæddir á Íslandi og það var 71% úrtaksins. Þegar báðir foreldrar voru fæddir í öðru landi var það 17% og þegar eitt foreldri var fætt í öðru landi var það 12% úrtaks. Og þá það aðferðin hjá Anda á. Já, og þá minn rannsókn í eiginleg rannsókn og með því að ég safna gögnin minn með því að mæta á stanum, það vettvangsathuganir í tveimur framhaldsskólum. Og líka ég geri hálfopin viðtöl við 8 kennara, 13 nemendur víetnamskum uppruna, aldur 18 til 25 ára og 4 stjórnendur. Og fyrir þessar kynningu þá ég nota bara tilvitni frá nemendur af víetnamskum uppruna. Og þá Þú byrjar á að koma með smá svona innlegg frá þínum, einum af þínum, ekki? Já, akkurat. Þá til að byrja með, við viljum bara að sjá hvernig
tilgangin nefnandi að velja uppruna koma í skóla. Það ekki bara menntun sem þau að leita. Það líka þau að leita leiðir til að alagast inn í íslenska samfélag. Og eins og þessi stúlka hér, Milin heiti nafnir hennar, Leni nafnir hennar, sem hún sagði, ég fer í skóla til að skilja þetta samfélag. Betur en ég held að ég geti það ekki. Ástæðan svo að þau eru svona svolítið prívat. En mér finnst eins og þau vilji ekkert með mig hafa. Þess vegna held ég mig bara frá þeim. Smásamlega verður gjáin á milli okkar meira svona áberandi. En ég vil skilja Íslandinga. Ég vil skilja hvernig þeir lifa lífi sínu. Mér langar að vera hluta samfélaginu. En ég skilja ekki til hvers að allast af mér. Og þarna sagði hún. Og þetta svona dálítið sterkt, þannig að okkur lék forvitnin svolítið á því að vita hvað segir svona hópurinn allur sín vinatengsl. Þannig að ég spurði í minni rannsóknir og nú hvernig vinahópurinn er samsettur og við skulum aftur taka fram og ég með aðeins yngri krakka. Þannig að má segja að það sé svona kannski undanfarið það sem gerist svo í framhaldsskólanum, það sem hópurinn er anda á En þegar ég fer að skoða mynstrin að þá kemur í ljós að það eru tilhneigingi áttina til þess að vinir haldi sér saman eftir uppruna, bara eins og Malins talaði og til dæmis það að það eru meiri líkur á því að allir vinir séu frá Íslandi ef að viðkomandi er með íslenskan uppruna og það líka meiri tilhneiging til þess að hópurinn sé blandaður, þessi vinir frá Íslandi og öðrum löndum ef að viðkomandi unglingur af erlendum uppruna. Og þá kannski liggur líka við beinast við að segja, vilja þau breyta þessu, vilja þau hafa þetta einhvern öðru þessu, hafa þau einhvern áhuga á því að eignast vinir sem af öðrum uppruna. Já, akkurat. Og það sem kemur í ljós í minni könnun að það að þau eru býsna áhugasamir það. Þannig það góður, ríflegur meirihluti sem hefur áhuga á að eiga fleiri vinir sem eru frá öðru landi en ég. Og þarna kannski gæti vilji verið eitt en raunveruleikin annar, við skulum spyrja okkur. Og ég ætla líka kannski taka fram að þetta mitt úrtak öðruvísi kannski samsett. Í þinni rannsókn þá eru þau af víetnamskum uppruna öll, en hjá mér er hópurinn blandaður, þannig það frá ýmsum löndum. En þá spurning hvað þínir krakkar segja þetta, hvort þetta tekst. Já, eins og hér, þetta tvö tilfelli, eitt sem fyrsta, hún Newton, henni finnst það bara í rauninni nemendur eða krakkar af íslenskum uppruna hafa lítið áhuga að kynnast þau. En þá sagði hún, það virðist vera þeir nemendurnir í þessu landi sér ekki enn mjög vinalegi við útlendingar. En ekki alveg nóg áhugsamir þá. Þeir halda bara áfram að eiga samskipti sinn á milli. En mér langar líka að bæta einnig með verðfangsathuganir. Þegar ég kom inn í skóla, það líka þeir eru bara svona í sínum hóp. Þannig að nemendur af erlendu uppruna í svona meira halda bara í einni horni og íslenskir nemendur í öðrum hornum með að segja það. Þannig að þú sást svona staðfestning á þessu sem hún að segja. Akkurat. Og þann lang, hann sagði okkur frá hverjir náni vinir hans og þá hann sagði við tölum vinni, þá eru engi Íslendingar þar. Ég á enga Íslendingar að vinnum. Náni vinir eru vietnamskir og þá kom erlendi vinir eru bara kunningjar. Og þá raunin, þeir hafa ekki mjög mikið stuðningi nema náni vietnamskir nemendur. En ef ég má bæta líka, í rauninni, ég var að tala það, ég alltaf ekki taka gögnin frá kennaranum og stjórnendur. Og þetta sem stjórnendur og líka kennarar segja, þetta er bara eðlilegt. Þeim finnst það eðlilegt að nemendur af erlendu uppruna vilja tala í sínum tungumáli. En þá líka þá gerð svo vel. Það svona stór langsaga.
En þetta sem sagt, er svona athyglisvert þetta síðasta brot þarna, því ég gat séð þegar ég fór að skoða betur gögnin mín, því ég fór svona aðeins að gramsvonið þau, þá sá ég einmitt svona svipað hlut í gangi. Af því að þegar ég skoðaði þess að vinatengslin, hvernig þau voru og þessi nánu tengsl sem félast í til dæmis þegar ég skoða félagslegan stuðning, þá kemst ég að því að ungmenni af erlendum uppruna þau fá almennt sem minni stuðning frá vinum sinn. Það er að segja þau upplifa það að tilfinningastuðningurinn sérstaklega sé minni almennt úr vinahópunum og það sem meira er að þegar þau fá þennan stuðning þá er hann fyrst og fremst frá öðrum af erlendum uppruna, alveg eins og þínir að benda á svolítið. Og þetta gerist alveg þó svo að ég sé að taka tillit til hluta eins og vinafjöldanum þeirra og hversu lengi þau hafa búið á Íslandi og mér fannst það athyglisvert einmitt að þau hafi búið hérna mjög lengi að þá var ennþá þessi svona gjá á milli. Þau náðu ekki þessum djúpu tengslum sem að tilfinningastuðningurinn gefur til kynna. Þannig að þetta er svona spurning sko hvað þetta þýðir og ég trúi því að það sé einn úr þínum hópi sem hefur einhverja smá lausn á þessu máli. Já, akkurat. Hann Ngọc til dæmis. Hún búin að pæla og þetta sem tillaga hans. Við komum hingað, við verðum að samlagast. Því hvernig fólk lifir hér. Við getum ekki haldið öllu vitneskju. En hvernig við tölum, klæðum okkur og höfum hári okkar. En þetta í rauninni, það til að hann ekki aðlagast. Þeir samlagast. Þeir að vera bara svona breyta sér eins og Íslandingar. Og þetta er mjög athyglisvert. En ef við hugsum aðeins enginn fjölmenningarsamfélag, þá þetta ekki góð leið til að tilheyra fjölmenningarsamfélag. En það líka, þetta ekki sjálfbært. Þá við höfum í rauninni að hugsa þetta aðeins og segja, við fjölmenningarsamfélag og hjálpa fólkið að svona aðlagast og ef aðlagun það koma beggja megin, ekki bara einn hópur aðlagast hinn. Einmitt, það er mjög mikilvæg punktur í þessu. En svona til að taka saman, þá ágættur vilji til að eiga vinum ólíkum uppruna eins og kemur fram í spurningakönnuninni minni, en svo spurning hvað gerist raunverulega og það sem við sjáum það að ungmenni af erlendum uppruna, þau upplifa gjá á milli hópana, það bara augljóst mál af okkar gögnum, það næst ekki þessi dýpri nánd, þeim finnst þau bara þurfa að samlagast og breyta sér til þess kannski að ná þessum árangri, að ná nándinni. Og upphafsstúlkan þín, hún velti fyrir sig hvort að skólinn ætti ekki vera góður staður til að læra samfélagið og þá spyrir maður sig áfram. Og þá við viljum að skilja eftir tvær spurningar til umhugsunar. Þá nummer 1 eðlilegt að ungmenni hópi sig saman eftir tilteknum hópnum. Ekki meira en uppruna eða kynhneigð, stétt og föllun í skólanum. En ef það ekki, þá eigum við að spyrja okkur sem kennara og skólastofnunar, hver ábyrgð skólan til að skapa samgang, að byggja brýr milli einstaklinga og hópa? Við takkum fyrir okkur. Takk hérlega.